úr góðrar konu sem hlúir að heimili sínu. Líkt og ljómi á ljósastikunni helgu fer frítt andlit við fagran vöxt. Amen. Við skulum rísa á fætur og hlusta á heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. En í 6. mánuði sendi Guð Gabríel engil til borgar í Galileu sem heitir Nasaret, til meyjar var föstnuð manni sem Jósef hét, af ætt Davís, en mærin hét María. Og engillinn kom inn til hennar og sagði: Heil vert þú sem nýtur náðar Guðs, Drottinn með þér. En María varð hrædd við þessi orð og hugleiddi hvað þessi kveðja ætti að merkja. Og engillinn sagði við hana: Óttast þú eigi, María, því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lof sé þér, Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Við erum hér saman komin til að minnast Maríu Erlu Eiríksdóttur og þakka fyrir ævi hennar. Erla var glæsileg kona með fallega sál. Hún bar sig vel, brosti svo hlýlega og var gegnum heil manneskja. Hún féll að þeirri ímynd sem Grikkir gerðu sér manneskjuna. Fögur sál býr í fögrum líkama. Sönn fegurð kemur innan að. Hún útgeislun sem birtist í því hvernig þú talar við aðra, hvernig þú sýnir öðrum kærleika, hvað þú gerir fyrir aðra. Og fegurðin tímalaus. Skiptir ekki máli hvort þú ert amma eða afi, þeim sem elska þig finnst þú vera besta og yndislegasta amman í öllum heiminum, ljúfasti og fyndnasti afinn. Að vera fallegur að hafa kærleik og ást í hjartanu sem maður getið gefið öðrum af. Og þannig eiginkona, þannig móðir og amma var hún Erla. Það vissulega hægt að rækta upp góða og fallega sál. Og það kunni hún Erla. Hún hafði lært það af móður sinni að fara með bænir og signa sig áður en hún fór í skyrtuna. Og þessum vana hélt hún alla ævi. Alltaf kvöldbænir, alltaf að biðja fyrir öðrum, biðja og þakka fyrir. Trúin og bænin ger okkur að yndislegri persónu. Það gott að vita það að baki heiminum sé algóður Guð og að englar hans vaki yfir manni. Það sé góð hugsun að baki öllum heiminum, í stóru sem smáu. Það svo gott að trúa þessu og treysta. Treysta því að maður sé öruggur í heiminum. Og af örygginu sprettur sjálf lífsgleði. Einu sinni var ung stúlka sem engill heimsótti. Og engillinn sagði við hana: Heil vert þú sem nýtur náðar Guðs, drottinn með þér. Skiptir svo miklu máli upp á lífsgönguna að vita það að Guð sé með þér, Guð gangi með þér gegnum lífið, sé þér við hlið og hann muni blessa lífslaup þitt. Það í raun uppskriftin að góðu lífi. María Erla Eiríksdóttir var fædd í Keflavík þann 16. ágúst árið 1936. Foreldrar hennar voru þau Eiríkur Jóel Sigurðsson og Stefanía Dómhildur Guðmundsdóttir og var hún 4. og langyngsta barn þeirra. Foreldrar hennar voru kirkjunarfólk. Móðir hennar þreif Keflavíkurkirkju og faðir hennar, sem var vélstjóri að atvinnu, lék á orgel kirkjunar þegar hinn organistinn var í fríi. Á heimili Erlu í Aðalgötu 12 var fótstíði harmóníum, eins og þá var víða á heimilum, enda fegrar söngur og tónlist hvert heimili. Erla átti 3 eldri systkini. Elst var systir hennar Jónína Valdís, svo kom Guðrún Magnea Bergmann, þá bróðirinn Sigurbjörn Reynir og Erla yngst eins og áður sagði. Erla gekk í barna- og gagnfræðaskóla í Keflavík og þar eignaðist hún góðar vinkonur. Þær fengu sér sumarvinnu eins og það að vinna í fiski. Nú svo vann Erla líka í verslun. Hún og vinkonur hennar vildu undirbúa sig fyrir framtíðina og þær ákváðu að fara í húsmæðraskóla og læra allt hvernig maður ætti að reka heimili, búa til góðan mat, gera við föt, ræsta og þvo. Og að því að þær voru ungar og ævintýragjarnar, þá ákváðu þær að fara í húsmæðraskólan Ósk á Ísafirði. Þær vildu hleypa heimdragan og sjá sig í heiminum.
Erla talaði seinna viðbrigðin að koma hingað vestur. Fjöllin voru svo há og mikilúðleg og girtu af fjörðinn og stóðu svo nálægt manni. Þetta var allt annar heimur en Keflavík. Enda fór svo að vinkonur hennar tvær snéru aftur suður eftir veturinn í húsmæðraskólunum. En hún Erla varð eftir. Og ástæðan var hann Birgir Breiðfjörð Valdimarsson, glæsilegu maður frá Miðvík í Slétturhreppi sem var 2 árum eldri en hún. Við munum öll hvað hann Birgir gat verið orðheppinn og skemmtilegur og tilfellið að þetta laðar konum að körlum. Það brosið, það kærleikurinn og gleðin sem persónan ber úr sínum sálarsjóði. Þau Erla og Birgir byrjuðu að búa saman í Pólgötu 6 og þann 20. júlí árið 1957 brugðu þau undir sig betri fætinum og fóru yfir í þarnæsta hús þar sem séra Sigurður Kristjánsson átti heima. Og þar á heimili pressins í Pólgötu 10 voru þau vígð saman í heilagt hjónaband, líkt og þá var alsiða. Þetta var upphafið á löngu og mjög farsælu hjónabandi. Erla bjó manni sínum og fjölskyldu gott og fallegt heimili sem endurspeglaði smekkvísi hennar og stíl. Þau keyptu sér íbúð í blokkinu á Eyrargötu 6 sem þau innréttuðu sjálf og seinna var heimili þeirra upp á Hjallavegi 8. Ást þeirra Erlu og Birgis færði þeim 4 yndisleg börn. Elst Stefanía. Hennar maður Olgeir Hávarðarsson. Þau eignuðust 4 syni. Elstur var Olgeir Stefán. Hann látinn. Blessuð sé minning hans. Yngri synirnir þeir Hávarður, Birgir og Valdimar. Barnabörnin 2. Þá kemur Oddný Bára. Hún gift Sigurjóni Jóhanni Sigurðssyni. Þau eiga 3 börn. Það þau Sæunn Sigríður, Birgir Örn Breiðfjörð og Kristín Ósk. Barnabörnin 6 og það komið 1 barn. Þá kemur Valdimar Breiðfjörð. Hans kona Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Valdimar átti fyrir 3 börn. Þau Aldísi Maríu, Matthías Má og Þorbjörgu Eddu. Sigríður Dögg átti fyrir eina dóttur sem heitir Diljá Björt Stefánsdóttir. Saman eiga þau Valdimar og Sigríður Dögg 2 börn. Það þau Bríet Erla Breiðfjörð og Birgir Marselius. Barnabörnin 2. Yngst svo Kristín Breiðfjörð. Hennar maður Sigdór Rúnarsson. Þau eiga 2 börn. Það þau Indíana Breiðfjörð og Arnar Jóel. Barnabörnin 4. Erla unni fjölskyldu sinni af öllu hjarta og hún helgaði sig þeim. Fjölskyldan það dýrmætasta sem við eigum hér í heimi og lífshamingjan fólgin í því að njóta lífsins með fjölskyldunni, borða saman, ferða saman, sjá og upplifa saman. Og þess vegna það sorg. Þegar einhver úr stórfjölskyldunni fellur frá og skarð höggvið í frændgarðinn. Ég flyt ástar og saknaðarkveðjur frá Lindu Stefaníu og systkinum hennar í Flórída, þeim Marían og Ronny. Þá hjartans saknaðarkveðjur frá Söndru Maríu og fjölskyldu í Kaupmannahöfn og frá Alexander Erni og fjölskyldu í Danmörku. Valdimar Olgeirsson kveður ömmu sín úr fjarlægð og þakkar henni fyrir ljúfar stundir. Eins kveðja frá sambýliskonu hans, Helgu Guðrúnu Númadóttur. Við sjáumst ekki sumar og þó sé ég þig. Blómin horfa himins til og hneigja sig. Þá yfir í þín hugliðins heim þú heillar mig. Það hugheilar samúðarkveðjur frá þeim Indu og Gústa og eins frá
Hilmari Sölvasyni, stjúpfaðir Aldísar Maríu, hann Tapio Koivukari, og bróðir hennar Ísak Kjartan senda fjölskyldunni allri hlýjar samúðarkveðjur frá Finnlandi. Erla sinnti ýmsum störfum hér á Ísafirði. Í fyrstu voru það verslunarstörf eins og í Kaupfélaginu á Ísafirði og hjá klæðskerunum, þeim Kristjáni og Einari. Í þá daga kom Hagkaup hingað vestur og var með sumarmarkað í Gúttó, seldi flautubuxur og annað sem þá var í tísku. Erla vann oft við þennan markað. Hún starfaði einnig hjá þeim Gerald Hessler og Kaju Sölva í Mánakaffi. Þá starfaði hún lengi í Hamraborg og var þar með Ínu Gísla að útbúa smurbrauð og snittur. Enda hafði Erla mikinn áhuga á matargerð. Hún var fljót að tileinka sér alla nýjungar, hvort sem það voru nú fondúpottar eða steinasteikur, enda voru hún og Birgir góð heim að sækja. Það er í hennar anda að ástvinir hennar bjóð okkur til erfidrykkju í Guðmundarbúð að athöfnlokinni. Þegar Erla missti Eirík föður sinn, þá tók hún móður sína, hana Stefaníu dómhildi, til sín og sinnti henni. Bjó gamla konan í skjóli hennar sín seinni ár. Og þannig er kærleikurinn. Hann birti skýrast í umhyggju fyrir fjölskyldunni og fyrir ættingjum. Enda var Erla fjölskyldumanneskja. Hún var heimakær, hún naut þess að spila á spil við börnin sín og ekki minnkaði gleðin þegar barnabörnin fóru að heimsækja ömmu. Ungur nemur hvað gamall hemur. Erla tók þátt í félagsstörfum hér á Ísafirði. Hún söng í sunnukórnum. Hún og Birgir voru glæsileg hjón og í þá daga var sunnukórsballið síðkjólaball þar sem fólk skartaði sínu fallegasta pússi. Og það er viss eftirsjá að þessum böllum. Þá tók Erla þátt í starfi kvenfélagsins Hlífar og hún var gjaldkeri slysavarnadeildarinnar. Konurnar hjá slysavarnadeildunni Iðunni og Ísafirði votta aðstandendum Maríu Erlu samúð og þakka henni fyrir óeigingjarnt starf í þágu deildarinnar. Kvenfélagið kveður góða samstarfskonu með trega í huga og söknuði hjarta. Ein seinni starfsár vann Erla á baðstofunni og svo á öldrunardeildin og Hlíf við umönnun eldri borgara. Fyrir einhverjum árum síðan fluttu þau Erla og Birgir í bjarta og fallega íbúð í Norðurtangahúsinu. Ég les kveðju frá Bjarndísi málara. Hún sendir ástvinum Erlu sínar einlægustu samúðarkveðjur með þakklæti fyrir yndislega vináttu til áratuga. Þá eru samúðaróskir frá Helgu Óladóttur og Konráð Eyjólfssyni og einnig frá Geir Arnari, Valdísi og fjölskyldu. María Erla. Maríu Erla. Þetta er fallegur fugl sem heitir þessu nafni. Stílhreinn og nettur fugl sem kemur alltaf á vorin og gerir sér stundum reiður í kirkjugarðinum. Erla átti það sameiginlegt með fuglum vorsins, að hún fagnaði sumrinu og sólinni. Erla naut þess að vera í sólbaði, verða útitekin, sólbrún og hraust. Og Birgir var eins og við munum mikill gólfáhugamaður og Erla ákvað að fylgja manni sínum og prófa þessa íþrótt. Hún byrjaði að spila gólf þegar hún var 70 og náði góðum árangri. Það er yndislegt þegar hjón eru samrýnd og góð áhugamál eins og gólf geta sameinað kynslóðirnar í góðri útiveru og ferðalögum. Þau Erla og Birgir voru bæði heilsuhraust og náðu háum aldri. Góð heilsa er Guðs gjöf og það ber að þakka fyrir hvert ár sem við lifum fram yfir áttrætt. Því fyrri kynslóðin náði ekki svona háum aldri. Í framtíðinni gæti fólk náð enn hærri aldri, því það er oftast nær ekki ellin sem beygir fólk, heldur einhverjir sjúkdómar.
Birgir Breiðfjörð Valdimarsson veiktist haustið 2023 og hann kvaddi þennan heim 14. janúar 2024. Blessuð sé minning hans. Erla sjálf virtist vera við góða heilsu, enda bar hún sig alltaf vel, alltaf teinrétt og tíguleg, brosið fallegt og hlýtt. Það er ekki langt síðan hún fór yfir á öldrunarheimilið Eyri. Svo veiktist hún og kvaddi þennan heim södd lífdaga, þann 19. apríl síðastliðinn daginn fyrir páska. Sem prestur þá veiti ég því athygli að stundum er ekki langt á milli samlyndra hjóna. Ef annað fer, þá kveður hitt ekki löngu síðar. Og þá hvarflar að manni að ástin hafi verið það sterk að þau hafi ekki getað verið án hvors annars. Fegursta ástarjátning Biblíunnar kemur að vörum Ruthar eftir að hún hefur misst eiginmann sinn. Og þá segir hún: því að hvert sem þú ferð, þangað fer ég, þar sem þú deyrð, þar dey ég, og þar vil ég verða grafin. Drottinn gjaldi mér nú og framvegis ef annað en dauðinn aðskilur okkur. Þau eru falleg blómin hérna á krönsónum og blómvendirnir fyrir framan kistuna. Eiga vel við og skreytingin ofan á kistunni. Núna í lok athafnar þá berum við kistun og blómin út í líkbílinn og ökum inn á Réttarholt. Þar verður kista Maríu Erlu Eiríksdóttur lögð til hinstu hvílu við hlið mannsins sem hún elskaði. Og þegar búið er að moka yfir þá verða blómin og kransarnir lögð ofan á gröfina. Blóm á leiði vitna sigur lífsins á dauðanum. Jesús reis upp á páskum og þess vegna trúum við á eilíft líf eftir dauðann. Þess vegna trúum við því að ástvinir verði saman í eilífðinni. Þegar Erla kom hingað til Ísafjarðar þá fannst henni fjöllin gnæfa yfir bænum og vera ógnandi. En svo breytti ástin þessari sýn og hún fór að unna fjöllunum og var meir Ísfirðingur en nokkur annar. Hér í faðmi fjalla blárra vildi hún eiga. Hér var hennar líf og hér lifir minning hennar áfram. Já, það er gott að eiga heima á milli fjallana, sem verða mann fyrir vindum lífsins. Þó er enn betra að eiga góða fjölskyldu og gott heimili, því þar verndar kærleikurinn mann og veitir eilíft skjól. María Erla Eiríksdóttir, hafðu þökk fyrir allt þitt og ævina þína, friður Guðs þig geymi. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda.
Faðir í himnaríki, miskunn á þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunn á þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunn á þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því augu mín hafa séð hjálpræðið þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líf þínum Ísrael. Við skulum biðja. Við þökkum þér algóði Guð fyrir ljósið sem við okkur skín frá Kristi frelsar okkar og heilugu orði hans. Veitt okkur náð til þess að taka á móti því í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans draumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess himneska kærleiksríkis sem bíður okkar. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst hana Maríu Erlu Eiríksdóttur frá þrautum og veitt henni hvíld. Vertu náðugur þeim sem líf hennar Erlu var tengt ástúðarböndum. Helgaðu og blessaðu minningar þeirra allara og varðveittu þau á komandi tíð. Í Jesú nafni segjum við öll saman á hjarta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Við skulum rísa á fætur. Sáð er döðlegu,
en upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika, en upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama, en upprís andlegur líkami. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíl í þínum friði, hún Erla. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir Drottin vorn Jesú Krist. Amen.